Bjarki Jónsson, 17 ára varnarmaður. Bergur Jómundsson, 22 ára varnar og miðjumaður. Aðalsteinn Jóhann Freyrsson, 30, miðjumaður og sóknarmaður. Marko Vlahović, 27 years old, defender. Hrannar Björn Steingrímsson, 19 ára, kantmaður. Tina Zosnik, 21 years old, striker. Johan Ball Karlsson, 30, allt múlímaður. Haldur Geir Eðarsson, 18 ára, miðjumaður. Arþór Hermansson, 19 ára, miðjumaður. Halldór Auðunsson, 23 ára, varnar og miðjumaður. Ha? Byrja. Nei, bitte. Hallmar Ægjesson, 17 ára, sóknarmaður. Halldór Kársson, 16 ára varnarmaður. Bjarki Lúðsson, 17 ára, sóknarmaður. Sigurður Einarsson, 18 ára, bakvörður. Sindri Ingvarsson, 18 ára varnarmaður. Hilmar Marsson, 16 ára, sóknarmaður. Ásgeir Hjöggisson, 15 ára sóknarmaður. Stefán Jón Sigurgeirsson, 23 ára varnarmaður. Sigþór Hannesson, 19 ára, miðjumaður. Brynjar Freyr Jósefsson, 19 ára, varnarmaður. Jónas Halldór Friðriksson, 23 ára, varnarmaður og miðjumaður. Fyrir hann hefur nú bara verið svona upp og ofan held ég. Brjálaðar æfingar. Já. Menn í hörku formi held ég.
kannski spilalega séð þá kannski var hann ekkert sérstakur þannig. En komið kaflar og svona? Já, komið spilkaflar sem voru fínir. Æfingarnar voru erfiðar en í rauninni en við erum vanir. En núna erum við farin að, eins og maður byrja veturinn í Boga, 3-3 stóran völl sem er bara þrekæfing sko. Hlaupa mikið á traktarinn inn á Akureyri. Svona 400 metra hlaup, 1000 metra hlaup. Bara á fullu? Og styttri sprettir svo sem voru bara svona. Þannig að þetta hefur verið svona aðeins erfiðara heldur en... En þeir hafa skilað sér samt, þannig að... Já, ég held að... Ég held að fórum mér að liða þessu mjög gott, þannig að ég held að það sé bara... Já. Það sem hættir að segja við því. We sail from where we once began. While we wait, a whole of records or numbers or spaces still on. Ég... persónulega... hefði verið til að sjá betri leik á köflum, sko. Eða það eins og við sögðum á, þá hafa komið spilakaflar sem að maður hefur bara verið mjög hrifinn, sko. En eins og segja, það er alltaf hægt að bæta eitthvað. En svona heilt yfir þá bara svona ágætt held ég. Já, ég er samanlínur með svona milli, við komum svona leikir og svona inn á milli kannski sem að hafa verið mjög slakir, sko. Svo hafa komið eins og nefnum bara Fjarðabyggðarleikinn, hann var mjög, fannst mér mjög vel spilaður svona, eða svona á köflum, en með solid sigur náttúrulega. Svo hafa líka svona menn verið að spila nýjar stöður, stöður sem menn hafa aldrei spilað áður, sko. Það er alveg nokkrir í liðinu sem hafa settir í stöður sem þeir hafa held ég bara aldrei spilað áður, sko. En svo getum við líka nefnt fleiri leikir svona, ef við erum búin að nefna góða leikina, þá var til dæmis Dalvíkur einileikurinn örugglega bara með vandræðalegri fótboltaleik sem ég hef spilað, ég vil bara viðurkenna það. Það er eins og við segjum, það hafa komið svona kaflar í leikjum og við höfum aldrei held ég, nema kannski Fjarðabyggðarleikinn sem við bara tókum bara fínn allan leikinn, sko. Já, svona solid yfir allan leikinn. En svo hafa komið svona hálfleikar bara sem eru bara eins og svart og hvítt, sko. Já, þannig að það verið kaflaskipt. Já, þetta verið mjög kaflaskipt en allt í lagi, svo sem. Vá, maður. Östleirinn. Þessi er erfið. Ekki var hann allavega. Nei, ég held að það sé nú. Hvað? Alli Jói. Hann ekki alltaf... Það er nú engin brála. Ekki mörgum í einu en ég held að það sé svona alltaf svo pínu. Svona... Já, hann er höstlis. Já, við hendum höstlunum að hann bara, held ég. Já, svo náttúrulega Gunni sig, hann er nú alveg svolítið grimmur, það ekki? Jú, hann er grimmur. Lausfandið eftir stelpunum bara hérna út á Tjörnes, helgi eftir helgi. Út alla sveitir. Já, hann kann þetta alveg held ég. Enda gamall. Enda gamall reyndur maður í þessum málum. Ég tel það vera mjög mikilvægt. Já, bara einhvern veginn að sjá fulla stúku af fólki. Brekku. Þessi fræga brekka, það gefur mér alveg, ég held að það sé pott að gefa mér aukabúst. Já, ég bara líka fólk sé að tala liðið eða hópinn í bænum bara, fólk sé að tala þetta, ekki bara kannski að mæta öðruna, bara hafi gaman þessu. Það er alveg klárlega eitthvað sem að gefa mér kraft. Maður er náttúrulega alltaf ánægður þegar að mæta margir í brekkuna, en það sem kannski myndi það vanta svona, það er náttúrulega bara svona stuðningsmanna félagsskap. Það er kannski þetta að krefjast, ætlast til þess kannski fyrir hana. Svona árangurinn verður kannski betri, eða ég veit það ekki. Það verður skemmtilegur kannski. Og kannski kæmi árangurinn bara með meiri stuðning, kannski svona stuðningsmanna hóp.
Já, ég hugsa það. Hann er mikilvægur sko. Já, mjög mikilvægur. Fari í hvern einasta leik með því að við ætlum að vinna leikinn. Anna væri náttúrulega bara heimskur. Og við erum ekki að setja markmið á toppbaráttu eða? Jú, það er klassískt svarið á Hrannari. Jú, ég meina það er svolítið aðstæðanlegt að ætla að fara í leik og vinna hann ekki. Ég meina það meikar bara eitthvað sens sko. En svona markmið kannski upp á sæti, ég veit það ekki. Auðvitað ætlum við að vera í toppbaráttu. Já, ég held að það sé óhætt að segja það. Já, en svo veit maður ekkert, þú veist, það er að við vitum ekki hvernig liðið verður í sumar. Við vitum ekki hvernig útlendingarnir er að smetla inn í þetta sko. Svo er okkar eftir að koma meðslum og svona, það verður svona spurning bara hvernig hópurinn, hvort hann haldi sig heilum og það er nú ekkert það breiður sko. Þannig ef að menn haldast heilir þá held ég að sé ekkert óhætt að setja markmiði bara á, eins og við segjum, toppbaráttu. Ekki spurning. Bara mæta á völlinn í sumar. Að spila fyrir tóma brekku, gerir þetta bara helmingjaraður og rökkur. Drullið ykkur á völlinn í sumar. Night touch my hands with the turning golden scans from the night to the light.